Í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Við skulum biðja. Almáttugi eilífi Guð, Faðir miskunnsenda og Guð allrar huggunar, lít í náð til vor og heyr bænir vorar, vér í sorg og söknuði áköllum þig, og hjálpa oss með huggun þíns heilaga orðs. Fyrir hinn krossfest og uppreisna son þinn, Jesú Krist, drottin vorn og frelsara. Við biðjum í hans nafni. Amen. Heyrum heilagt orð. Í Davíðssálmum stendur skrifað: Óttastu ekki þegar einhver auðgast, þegar velmegun eykst í húsi hans, því hann tekur ekkert af því með sér þegar hann deyr. Auður hans fylgir honum ekki til heljar. En Guð mun leysa líf mitt úr greipum heljar, og hann mun taka við mér. Amen.
Svo ritar postulinn: þótt ég talaði tungun manna og engla, en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Kærleikurinn breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok, og tungur, þær munu þagna, og þekking, hún mun líða undir lok. Því að þekking vor í mólum, og spádómur vor í mólum. En þegar hið fullkomna kemur, líður það undir lok sem í mólum. Þegar ég var eins og barn, talaði ég eins og barn, hugsaði eins og barn og ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða, lagði ég niður barnaskapinn. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá í ráðgátu, en þá á efsta degi munum við sjá augliti til auglitis. Nú þekking mín í mólum, en þá á efsta degi mun ég gjörþekkja eins og ég sjálf gjörþekkt orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra kærleikurinn mestur. Amen. Við skulum rísa á fætur og hlýða á heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Jesús sagði: Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem heyrir orð mitt og trúir þeim sendi mig, hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms,
heldur hann stiginn yfir frá dauðanum til lífsins. Sannlega, sannlega segi ég yður, sú stund kemur og þegar komin, að hinir dánu munu heyra raust Guðs sonarins, og þau sem heyra munu lifa. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lofs sé þér Kristur. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Í dag kveðjum við í hinsta sinn Ásdísi Margréti Hansdóttur. Þegar við minnumst hennar, þá hljóta orð eins og þau standa í 13. kafla fyrra Kórinthubréfs í óðnum til kærleikans að leita á hug okkar. Þótt ég talaði tungun manna og engla, en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Kærleikur ekki einasta hugtak. Það vissulega hægt að hafa mörg orð kærleikan og ástina. Það hægt að vitna í ljóð og fallegar sögur og tilfæra orð heimspekinga. En ekkert af þessu þó kærleikur. Því að kærleikurinn sjálfur það sem við hugsum og gerum. Hann birtist í hinu lifaða lífi, í því sem við segjum, í verkum okkar. Og þess vegna kærleikan að finna í samskiptum fólks. Og hann birtist í ljúfu atlæti og væntumþykju. Og hann breiðir yfir allt, hann umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Hún Ásdís var afskaplega hlý manneskja og ljúf. Hún lét sér annt aðra, hún vitjaði þeirra sem voru einmana,
spurði líðan fólks og jafnvel meðan hún lá bánaleguna var hún að hjálpa barnabarninu sínu við prjónaskap, sýna henni hvernig ætti að fara að. Slíkar manneskjur eru einstakar. Það eru konur eins og hún Ásdís sem gera heiminn betri, konur sem hugsa aðra og hjálpa öðrum. Og orðstýr slíkrar konu deyr aldrei. Kærleikurinn, það er það að elska fólk og taka því eins og það er. Elska án þess að vilja breyta. Umhyggja er það að hugsa einhvern. Og það felur í sér bæði líkamleg og andleg aðhlynningu. Að hlusta, tala við, hugga og skilja. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Og það er hann sem ljær lífinu lit og merkingu. Kærleikurinn er ljós tilverunar. Ásdís Margrét Hansdóttir var fædd í Miðhúsum í Vatnsfjarðarsveit þann 25. júní árið 1951. Foreldrar hennar voru þau Stefanía Finnbogadóttir og Hans Aðalsteinn Valdimarsson, bændur í Miðhúsum. Var Ásdís fjórða barn þeirra af alls 5. Elst var Hulda sem gift var Sigmundi Sigmundssoni bónda á Látrum. Næstar í röð 5 systra eru þær Jónína Jórunn, gift Sigurgeiri Garðarssyni og Björg Valdís, gift Frosta Gunnarssyni. Yngst systran er Þóra, gift Sigurði Sakaríasi Ólafssyni. Og allar hafa þeir systur átt heima hér við Ísafjarðardjúpið. Vatnsfjörður er næst innstur fjarðanna við sunnanvert djúpið og bærinn Miðhús stendur nokkuð hátt uppi, en ofar í heiðinni eru vötn og þar mun vera gamalt Grettisbæli. Getur stundum blásið þar í vissum áttum og þá kvein og söng í húsmæninum, í gamla bænum þar sem Ása og systur hennar sváfu værum svefni ásamt öðru heimilisfólki. Það er eitthvað notalegt við það að kúra inni þegar vindurinn kári æðir utan dyra. Ása átti yndislega æsku. Hún aðstoðaði foreldra sína við bústörfin, þau voru með kindur, kýr og hesta. Svo þurfti að vinna við heyskap og gegningar. Í mörgu var að snúast á sumrin. Á veturnar gafst oft meira tóm og þann tíma notaði Ása til að lesa eða sinna handavinnu. Hún kunni vel að meta góðar og velskrifaðar bækur, jafnt eftir innlenda sem erlenda höfunda og öll handavinna lék í höndunum á henni. Foreldrarnir ólu hana upp við Guðstrú og góða siði og það var gott veganesti út í lífið. Gott uppeldi er svo besta gjöf sem foreldrar geta gefið barni sínu og lengi býrað fyrstu gerð. Mamma, er ég ekki bestust? Ásdís mun einhvern tíma hafa spurt mömmu sína að þessu þegar hún var lítið stelpuskott og móðir hennar hló og faðmaði litla stelpukjánan sinn að sér. Foreldrar, mamma og pabbi, þau elska okkur öll, elska öll börnin sín. Og það er fátt jafn mikilvægt í lífinu en að láta börnin finna þessa væntumþykju, finna fyrir ástúðinni með því að gefa sér tíma til að tala og hlusta og knúsa, vinna saman, leika sér saman. Og það er það sem byggjur upp sterkan og góðan karakter. Ása var strax dugleg til allra verka. Hún var fljót í snúningun og bóngóð og dugleg. Systur hennar tóku líka eftir því hvað hún var góð og nærgætin. Til dæmis var á heimilinu gömul kona, blind. Imba var hún kölluð og alltaf þegar þær fóru burta af bænum þá hljóp Ása til gömlu konunnar og sagði henni hvert þær væri að fara. Ásdís gekk í Reykjanesskóla
En í þá daga var fjöldi barna í skólunum enda víða búið við Djúpið. En svo vildi hún hleypa heimdragan og ákvað þá að gera líkt og Björg systir hennar og fara í húsmæðraskólan á Laugarvatni. Þetta var nám í heilan vetur þar sem ungar konur lærði allt heimilistörf, eldhúsverk, mataræði og hannyrðir. Þetta var mjög hagnýtt nám. Ása hlýtur að hafa staðið sig vel í náminu því henni var boðin vinna sumarið eftir á hótelinu við Laugarvatn og eins á Bessastöðum. En heimahagarnir toguðu í hana og hún ákvað að snúa aftur heim í Vatnsfjarðarsveit og hjálpa foreldrum sínum við bústörfin. Og þessum árum eignaðist Ása son sinn, Viðar Þórðarson. Formlega séð var hún einstæð móðir, en samt var hún það ekki, því á stóru sveitarheimili enginn einn. Þar hjálpast allir að, því það kærleikurinn sem býr til og sameinar fjölskyldur. Í þá daga var mun meira líf í sveitunum við Djúp. Það voru böll og uppákomur og akfær vegur kominn allar sveitir við Inndjúpið. Hinum megin við Vatnsfjarðarhálsinn stendur enn bærinn Hörgshlíð. Þar var stundum viðloðandi þá tíð ungur maður frá Ísafirði, Óskar Kárason að nafni. Hann bauð Ásu á ball í bæjum á Snæfjallaströnd, kom sækjandi hana á glæsilegri Volvo-bifreið. Haustið 1975 ákvað Ása að fara ásamt Þóru systur sinni til Bolungarvíkur til að vinna þær í fiski. Byrjuðu þær að leigja sér saman íbúð en síðan keypti Ása íbúð fyrir sig og Viðar son sinn. Og nú stækkaði fjölskyldan hennar Ásu því að ungi maðurinn sem hún dansaði við í Djúpinu fór að stíga í vænginn við hana. Ásdís giftist eftirlifandi eiginmanni sínum Óskari Kárasyni, húsasmíðameistara, á jóladag þann 25. desember árið 1985 í Vatnsfjarðarkirkju. Nokkru síðar fluttu þau inn í snoturt einbýlishús sem þau reistu sér í Góuholtinu á Ísafirði. Óskar gekk Viðari syni Ásdísar í föðurstað og saman nutu þau þess að sjá hann vaxa úr grasi og verða fulltíða. Viðar Þórðarson kvæntur Völu Jónu Garðarsdóttur og þau eiga 2 börn, það eru þau Lilja Sól og Dagur Ingi. Ekkert eins yndislegt í lífinu og það að sjá börnin sín vaxa úr grasi og fá tækifæri til að fylgjast með barnabörnunum þroskast og komast til manns. Þetta var gæfa þeirra Ásu og Óskars. Fólk spyr sig stundum hver sé tilgangur lífsins. Sumir finna sér tilgang í því að mennta sig, ná árangri í vinnunni eða keppa að einhverju markmiði. En það sem gefur lífinu innihald og gerir vegferðina gegnum lífi þess virða að ganga hana kærleikurinn. Það það að elska aðra, elska foreldra sína og systkini, elska makan, börnin og barnabörnin. Það það að ala önn fyrir öðrum, að þjóna öðrum og sýna umhyggju. Það þetta sem gefur lífi okkar merkingu og tilgang. Nú vari trú, von og kærleikur, þetta þrennt en þeirra kærleikurinn mestur. Ýmsir af vinum og ættingjum hefðu viljað vera hér í dag til að kveðja hana Ásu og fylgja henni síðasta spölinn. Þess vegna eru fluttar hjartans samúðarkveðjur frá Kitti, Bubba, Kristínu Ósk, Maríu Erlu og Kára Þór Samúelssyni og fjölskyldu. Karl Sigurjónsson sendir ættingjum Ásu innilega samúðarkveðjur með þakk fyrir allt sem hún Ása gerði fyrir hann. Stefán Símonarsson og Steinunn Sölvadóttir senda Óskari og fjölskyldu hugheilar samúðaróskir á þessum erfiðu tímum. Fallin svo ljúfa rós, Guð og englar geymi, fyllstu þakkir mikið hrós, sífellt til þín streymi.
Ásdís var margt lík föður sínum Hans Valdimarsinni. Hún var róleg og yfirveguð og læddi stundum út úr sér skemmtilegum setningum og athugasemdum. Hún var orðheppin kona. Dugleg var hún líkt og foreldrar hennar. Öll sömur fóru hún og Óskar inn í miðhús til aðstoða við búskapinn og þegar þau Hans og Stefanía voru hætt að búa, þá var haldið áfram að fara inn í miðhús til að gera upp gömlu húsin og koma þar upp góðri aðstöðu fyrir stórfjölskylduna sem iðulega kemur saman í miðhúsum á sumrin og þá vinafundur, vinafagnaður. Ása vann lengi í fiski, hún vann bæði í rækjunni og frystihúsinu og hún var góður samstarfsmaður, hún annaðist eftirlit og hún var verkstjóri. Hún tók virkan þátt í verkalýðsbaráttu og tók einhvern tíma að sér að halda ræðu á einum baráttufundinum. Hún gat vel komið fyrir sig orði eins og títt þau sem eru viðlesin og unna bókum. Þá tók hún virkan þátt í Slysavarnarfélaginu, Slysavarnardeildin Iðunn og Ísafirði þakkar Ásdísi fyrir störf hennar í þágu slysavarnarmála. Leið ættingjum hennar vottuð samúð. Þá alúðar, óskir og samúðarkveðjur frá Gesti Má Sævarssyni og fjölskyldu í Noregi. Jóhanna og Kristján í Svansvík áttu ekki heimangengt vegna þess að þær verið að taka af, en þau kveðja góðan nágranna með þökk, virðingu og eftirsjá. Og þá kær kveðja frá Margréti Sigmundsdóttur og börnum út í Århus í Danmörku. Bragi Ásgeirsson og fjölskylda votta aðstandendum sína samúð. Það hugheilar samúðarkveðjur frá Húsavík, frá Guðnýju Helgu Kristjánsdóttur og börnum. Hugur þeirra hér hjá okkur í dag. Og fleiri kveðja úr fjarlægð. Það hlý og kær kveðja frá þeim feðgum Kristbirni Eydal, Halldóri Páli Eydal og fjölskyldu. Þá innilegar samúðarkveðjur frá gömlum nágrönnum í Skálavík, frá þeim Geir og Gíu sem kveðja úr fjarlægð. Dóttir hennar Elmu Daggar Frostadóttur, hún Hafdís Ása, kveður og sendir hingað þetta fallega erfiljóð. Ég fékk þitt nafn að gjöf, þú varst í fjarlægð á blaði, nálægt mér í raun, eitrið greip þú úr engu, enginn skildi hvernig, laufblað fellur og þú ert farin, ég fékk þig ekki að kveðja, nafnan mín farin. Þau Ásdís og Óskar voru mjög samhent hjón. Bæði nutu þau þess að ganga saman út í guðsgrænni náttúrunni á sumrin og eins að ganga á skíðum þegar snjórinn klæðir jörðin í hvítan búning og lýsir upp skammdegið. Þau ferðuðu saman til útlanda, þau fóru í skíðagönguferðir til Noregs og Svíþjóðar og gönguferðir til Suðurlanda. Þau áttu saman góða ævi. Eins voru ótal ferðir suður til að hitta barnabörnin og aðra ættingja. Og margir kom einnig hingað vestur til að heimsækja þau, bæði í Góuholtið og eins inn í Djúp. Öllum tók Ásdís vel og gerði vel til allra sem hjá henni dvöldust. Það í hennar anda og minningu sem ástvinir hennar bjóð okkur til erfidrykkju í Guðmundarbúð að athöfn lokinni. Hallgrímur Pétursson yrkir svo dauðans óvissa tíma. Allt eins og blómstrið eina uppvex á sléttri grund, fagurt með frjókun hreina fyrstum dags morgunstund, á snöggu augabragði af skorið verður fljótt. Lit og blöð niðurlagði, líf mannlegt endar skjótt. Núna í haust kenndi hún Ása sér meins, læknisrannsókn leiddi í ljós krabbamein.
Ása tók þessum fréttum af æðruleysi. Hún hringdi í systur sína og sagði henni að nú væri dimmt framundan. Sjúkdómslegan var stutt. Ása var umkringd ástvinum sínum, hún talaði við þau, hughreysti þau, veikindin breytti henni ekki. Þau gátu ekki heldur rænt hana húmornum eða öðru því sem hana Ásu prýddi. Andinn var óbugaður en líkaminn lét undan. Líkt og sú jurt fellir blöð sín að hausti. Ásdís Margrét Hansdóttir kvaddi þennan heim þann 18. október síðastliðinn. Blessuð sé minning góðrar konu. Í lok þessarar athafnar verður kistan hennar Ásdísar borin úr kirkju og flutt inn á Réttarholt þar sem hún fær sitt hinsta leg í víðri mold. Óðunum kærleikan í fyrra Kórinthubréfinu lýkur á orðunum: Nú sjáum við svo sem í skuggsjá í ráðgátu, en þá á efsta degi munum við sjá augliti til auglitis. Lífið viss ráðgáta. Það ekki hægt að fá svör við öllum spurningum. Jafnvel því sem maður veit með vissu fyrirfram verður ekki alltaf svarað eða það skili til fullnustu. Svo og dauðan sem okkur öllum fyrir búinn. Frammi fyrir dauðanum sjáum við allt sem í skuggsjá. Okkur ekki gefið það að þekkja hinn hinstu rök lífs og dauða. En Guð sendi okkur son sinn, Jesú Krist, hann sendi hann í heiminn og ljós hans skín í myrkrinu og það vísar okkur veginn til Guðs. Jesús kendi okkur hvernig við ættum að elska náungan. Við ættum að elska hann og elska okkur sjálf. Það vegur kærleikans í lífinu. Og Kristur sýndi okkur líka veginn heim til Guðs, að eftir dauðan tekur við upprisa til eilífs lífs. Og þá munum við sjá augliti til auglitis. Og hvers auglit munum við þá líta? Það ásjóna Guðs? Eða það andlit ástvinarins sem á undan farin? Ég held að sé hvort tveggja. Það eilíft líf með Guði og það samfélag með englunum og ástvinum okkar sem við játum í játningunum og trúum á. En fyrir okkur hin sem áfram lifum, þá gildir aðeins ein regla. Nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra kærleikurinn mestur. Og með kærleika getum við staðist allar raunir. Dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, enn og verða mun aldir alda. Amen.
Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð, heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar líð þínum, Ísrael. Við skulum biðja. Lifandi drottinn, vertu hjá okkur, vertu nálægur okkur á hverri stundu, hverfullar ævi. Helgaðu jarðlífssporin okkar, svo að við studd náð þinni, hljótum þá arfleið sem þú hefur kallað okkur til. Blessað okkur öll í lífi og dauða. Blessaðu minningarnar sem þessi stund er helguð og láta þær bera þér vitni okkur til blessunar alla daga. Við þökkum þér fyrir það að þú gafst okkur hana Ásdísi Margréti Hansdóttur og allt það sem hún gerði fyrir okkur og var okkur. Við felum þér hana og framtíð okkar allra. Veit henni þinn eilífa frið og fögnuði dýrð hjá þér. Í Jesú nafni segjum við öll saman á hjarta. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Rísa á fætur. Ásdís Hansdóttir: Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upprýsa. Drottinn minn veitir dánum ró, en hinum líkt er lifa. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig. Drottinn upplyfti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda.